Hvað mömmublogg? Hún Ingibjörg Eyfjörð mömmubloggari á síðunni öskubuska.is. Hún í fæðingarorlofi og komin hérna til okkar til þess að segja okkur álítið þetta. Velkomin. Takk. Út á hvað gengur mömmublogg? Þetta í rauninni bara vettfangur fyrir mæður til þess að deila sinni reynslu og upplifun af móðurhlutverkinu með öðrum. Já. Getur þú frætt okkur álítið síðuna sjálfa og út á hvað gengur hún? Við erum bara nokkrar mæður sem ákváðum að taka til og byrja að blogga þetta. Við erum allar rosalega mismunandi, þannig við höfum mismunandi hluti að segja frá, mismunandi upplifanir af lífinu og móðurhlutverkinu og það er bara ótrúlega gaman hjá okkur. Það hefur komið fram í umræðinu að mömmublogg sé að draga upp svokallaða glansmynd af móðurlífinu og heimilislífinu yfir höfuð. Hver þín skoðun á þessu? Ég persónulega hef ekki held ég að mála neina glansmynd. Ég hef alltaf lagt mig fram við að vera mjög hreinskilin það hvað móðurhlutverkið í mínu tilfelli allavega snýst Það held ég minnst glans í því. En ef þú vilt alltaf hafa hreint heima hjá þér og getur bakað ógeðslega mikið þá dáist ég að þér. Við erum náttúrulega jafn mismunandi og við erum margar. Ég er ótrúlega dugleg að skoða aðrar glansmyndir og finnst það ógeðslega gaman að sjá og vildi óska þess ég ætti börn sem að fylgdu hrein herbyggi og stílhreina hluti í kringum sig en það er víst ekki tilfellið á mér allavega. Okay. Af hverju ákast þú að verða mömmubloggari? Ég er búin að vera rosalega lengi að skrifa pistla inn á persónulegu Facebook síðuna mína og það er búið að benda mér á þetta nokkur sinnum að ég ætti kannski að fara að skrifa þetta á meira opinberum vettvangi. Svo sá ég auglýsingu frá öskubusku.is þar sem þær voru að auglýsa eftir gestabloggurum og ákvaða að sækja bara. Veistu marga mömmubloggara? Já, vinkona mín sagði reynda við mig áðan ef þú ert á 30-aldrinum þá veistu allavega 10 mömmubloggara. Þetta er orðið rosalega algengt sem náttúrulega frábært að það eru allir að deila sinni reynslu og bara í mínum nánasta hring eru 3 þannig að Já, okay. Þannig þær eru nokkuð margar. Já. Hver eru svona algengustu þemun? Hvað er svona oftast verið að fjalla Bæði eru það okkar persónulegu reynslur af uppeldi sjálfu. Það er ótrúlega mikið uppskriftir, alls konar föndur og hlutir sem þú getur gert með, föt, dót. Þetta er rosalega breiður vettfangur og rosalega mikið af hlutum sem er verið að fjalla Já. Hvernig viðbrögð hafa síðurnar verið að fá? Svo ég veit til hafa þau í flestum tilvikum bara verið góð. Allavega eins og hjá okkar síðu þá hefur við bara verið að fá rosalega góð viðbrögð. Ég fæ rosalega gott væp frá hinum síðunum líka. Þú veist, þannig ég held að umfjöllunin yfir allt sé rosalega góð. Já. Hvað er svona það sem drífur þig áfram að skrifa? Það er reyndar bara mjög góð spurning. Ég hef rosalega þörf fyrir að koma mínum hugsunum á blað, eða í skriflegt form og það er einhvern veginn bara hugsunum það ég geti mögulega kannski hjálpað einhverjum öðrum, inspirað einhverja aðra er rosalega stór hlutur, eða partur af því. Já. Ok, nú þið mömmublogg nokkuð vinsæll vettvangur á skömmum tíma. Er þetta barátta lesendur eða er gott samstarf á milli bloggara? Auðvitað vil ég náttúrulega sem flestir lesi bloggin mín en ég get ekki, þegar ég segi þá erum við svo mismunandi og við höfum svo mismunandi hluti að færa fram. Þú veist, ein er kannski rosa mikið í uppskriftum á meðan að hinn er alltaf að þrífa eða, þú veist, við höfum allar okkar eigin hluti til þess að segja frá og koma á framfæri. Þannig að ég held þetta sé ekkert of mikil barátta þó að auðvitað er Ísland svo lítið. Að það er svo lítill Sami markhópurinn kannski. Já, nákvæmlega. Þannig að, en við erum allar svo mismunandi, við höfum allar eitthvað einstakt að segja frá og færa fram. Já. Þó að við séum margar með sömu uppskriftina af einhverju marenstertu. Þá er þetta okkar marensterta samt smáður. Ég skil. Hvaða blogg hefur svona vakið mestu athyglina frá þér? Það hafa alveg nokkur af bloggunum mínum hafa stærri miðlar fengið að deila þeim áfram en það sem vakti mesta athygli var blogg sem heitir En ég er bara 25 ára sem fjallar það að ég lét taka mig úr sambandi í keisaraskurðinum sem ég fór í núna í júní og Stöð 2 fékk að gera umfjöllun það og fór ég í viðtal
í gegnum Skype við þau. Ok. Það er svona það sem held ég fekk mesta umfjöllun. Já. Og nú ert þú í fæðingarorlofi og hvað er svona framhaldi hjá þér? Langar að halda áfram að blogga þegar þú ert búin í fæðingarorlofi? Já, ég allavega sé ekki fram á það að ég hætti að blogga neitt á næstunni. Mér finnst þetta alveg rosalega gaman. Ég er búin að kynnast ótrúlega skemmtilegu fólki í kringum þetta allt saman og í gegnum þetta. Og ég allavega ætla ekki að stoppa neitt á næstunni held ég. Takk fyrir. Takk.